Já, velkomin að Rauðaborðan aftur. Það hérna Sveina Hjördís Þorvaldsdóttir gerði rannsókn undir handleiðslu Gyðu Margrétar Pétursdóttur. Og þær eru komnar hingað báðar. Og rannsóknin snerist reynslu kvenna af vændi og hvernig hægt að komast út úr vændi. Og þið töluðu, eða þú, eða þið, töluðu við konur. Segðu mig frá rannsókninni? Já, og svona kannski bara á reynslu þeirra sem í vændi. Já, ég ræddi við 14 brotaþola vændis sem allar voru sískynja konur. Svo sé brotaþola, þannig að þú ert ekki að tala hvað heitir það? Nei, ég kynferðisverkafólk. Kynlífsverkafólk. Já, þú ert ekki á þeirri línunni. Ég auglýsti eftir viðmælendum sem að notu orðið vændi og lýstu sinni reynslu og upplifun sem vændi. Okay. Þannig að þetta allt einstaklingar sem að nota orðið vændi og langflestu hluti, ég held að sé eina eða tvær sem vildu ekki nota orðið ofbeldi yfir sína reynslu, en flestar gerðu það, langflestar. Okay. Og já, þeirra reynsla svo að þær urðu fyrir, bæði að þær upplifðu vændi sjálft sem ofbeldi og þær urðu fyrir ofbeldi á meðan vændi þetta sér stað. Þannig að þetta eru svolítið mörg lög á ofbeldi sem að eiga sér stað á meðan vændi fer fram. Og þær reyna að komast út úr vændi? Eða? Já, flesta sem ég ræddi við voru hættar í vændi. Nokkrar þeirra tölur að þær var ekki, eða ein sérstaklega ekki viss hvort hún væri hætt í vændi. Lýsti kannski svolítið sem svona fíkna að þeirra eitthvað bjátað á og það var virkaði svolítið auðvelt leið að fara aftur í vændið. En, og þá út af peningum? Já, í hennar tilvikið þá. Já, auðvelt að fá pening þannig heldur en. Já, og líka bara, þú veist, þetta var bæði bjargráð fyrir peningum, en einnig líka upplifðu margir svo kallar svona kynferðislegt samþykki og einhvers konar væntumþykju í vændi sem að þær voru ekki búin að fá allt sitt líf. Að því að vændi neðanjarðar það sem þá verð ég að fá að spyrja svona. Hvað af hverju fara konur í vændi? Eða þessar? Þessar konur, það var fjölþætt. Það var oft vegna þess að þær voru að díla við fjárhagsvanda. Einhverjar voru að díla við fíkniefnavanda, aðrar voru að hafa vona fyrir börnunum sínum og svo eins og ég nefndi voru einhverjar sem voru í raun bara að leita einhvers konar samskiptum, samþykki, kynferðisleg samþykki, einhvers konar væntumþykju, bara, já, eitthvað sem þeim vantaði upp á og helst ástæða þess að þær voru að fóru þessa leið, annarkvort neyddust þess að fara eða neyddust þess að taka ákvörðun að fara í vændi, var í rauninu bara úrræðaleysi. Þær voru búin að leita allra annara ráða eða leiða. Þetta svona síðasta hurðin sem áttar. Já, í rauninni, já. Það voru margar sem að lýstu því Þannig að þú ert brotin niður einhvern veginn, félagslega og kannski bara svona persónulega áður þú að fara þessa leið. Já, það talað margar það að vera orðnar komin á svolítinn endapunkt, já, þegar þeir þurfa að leita þangað. Þær eiga allar margþátta áfallasögu áður en að vændi á sér stað. Allar þeirra höfðu orðið fyrir kynferðisofbeldi til dæmis. Allar 14. 2 á fullorðisaldri. En aðrar bara frá 2 ára og fram á unglingsaldurinn. Og þær hafði leitað ýmis ráða við fjárhagsvandamálum, andlegum vandamálum, félagslegum vandamálum og einhvers þar allstar komið að loka undirum. Og að loka með þetta það sem stendur þeim til boða til þess að vinna með sín erfiðleika. Hljómar eins og það sé afleiðing af bara veiku öryggisneti eða tengslum. Já, kannski það sem okkur finnst þetta svona snertir held ég sérstaklega við okkur báðum að það akkurat þetta að þær eiga þessa mjög margháttu áfallasögu áður en þær fara í vændi og eru nánast undantekningarlaust ef ég man það rétt búnar að
reyna ansi mikið til þess að fá aðstoð við hæfi. Út af áföllunum? Já, til þess að vinna á áföllunum Menn eru búin að fara í stígamót og búin að fara búin að fara mjög víða og hafa kannski fengið svona einhverja úrlaust sinna mála en í rauninni ekki þá margháttuð aðstoð sem þær í rauninni þurfa. Og það það sem að held ég okkur... Og í því ekki dómur yfir stígamóti eða þeirri þjónustu sem veit? Nei, alls ekki. Því að fólk mjög misjöfnu og þetta er langa, marga mannsaldra að finna þróaður lausnir fyrir alla. Já, akkurat. Þannig að þetta meira einmitt spurning að það sem að virðist verið í samfélaginu að við erum oft með svo hólfaskipt. Við erum að taka á einum vanda hér á einum stað en það sem að vandar í rauninni og það sem að þær eru einmitt að kalla eftir einhvers konar rými eða staður þar sem að í rauninni þær geta fengið aðstofi að vinna úr ólíkum þáttum í reynslu sinni. Þá þetta að fá fjárhagslega aðstofa með þeir að vinna út úr áföllum. Og það í rauninni algjörlega nummer 1, 2, 3, 4, 5 og svo framvegis Og það einmitt lýsaði svo vel að það engin manneskja sem að getur lifað til lengdar eins og fjárhagsaðstoð sem að félagsþjónustan veitir en það bara að hugsa sem einhvers konar neyðarúrræði en þær eru svo margar í þeirri stöðu að þær einhvern veginn lenda allstaðar á milli þannig að þetta verður þá úrræði sem eina úrræði sem kannski stendur til boða yfir talsvert langan tíma og það bara gefur auðvitað augalega að þær geta hvorki séð fyrir sér eða börnum á þeim og fjárhagsaðstoð sveitarfélagana. Já. Sem ef einhver hlustat okkar veit ekki, það er langt undir öllum bótum, það er undir örorkubótunum, það er undir atvinnuleysisbótunum, það er undir lágmarkslaunum og held ég sé bara 60% af lágmarkslaunum eða við minna og það getur engin lifað af því. Og það kom mjög skýrt fram að þær voru búin að leita margra leiða. Hver og einn hafði leitað einmitt til félagsþjónustunnar, einhver hafði leitað til lögreglunar vegna kynferðisofbeldis sem orðið fyrir, til sálfræðinga, til stígamóta, til barnaverndar og ýmislegt en einhvern veginn koma allstaðar að lokuðum dyrum. Ok, hvað þá þið tannið eins og sé svona lausnin væri að tengslu við kannski bara stígamót eða eitthvað svona fyrirbrigði væri hægt að fá fjárhagslegan stuðning og það kannski ekki bara þessi hópur sem býr við þetta, til dæmis við getum ímyndað okkur fólk sem að koma út úr áfengismeðferð eftir 10 ára neyslu þar sem allt hefur brotnað og öll tengsl brotnað út, svo lappar út og það er ekkert stuðningsnett sem tekur mótið það og það er eiginlega ómúlegt fyrir því að ná bata þegar þú kemur út úr slíku, út úr meðferðinni vegna þess að þú hefur ekkert sem þarf til þess að ná í bata. Þú ert kannski búið að missa börnin frá þér, þú ert búin að missa allt frá þér. Svo ég takir bara að því að ég þekki aðeins til áfengismálana. Þannig að þeir eru kannski að ræða á svipuðu nótum að það þurfi að vera heilsteypt aðgerð sem að tekur á félagslegu vanda, fjárhagslegu vanda. En það virðast, einhverju þeirra með höfðu líka reynslu úr meðferðarkerfinu og kannski sóttu fannst mér sumar hugmyndir með þangað og þar kemur með þessi hugmynd draumastað sem einhvers konar meðferðarúrræði þar sem bæði hægt að vera bara í raun og óskilgreindan tíma. Skjól til að læknast. Skjól til að læknast og líka þá með einhvers konar dagdeild. Það sem þær í raun að lýsa þegar þú ert með þessa margháttuðu áfallasögu þá til dæmis duga ekki 5 tímar hjá sálfræðingi sem það sem að oft félagsþjónustan veitir. Þannig að þú þarft í rauninni langan tíma og það sem það eru svolítið að lýsa þú þarft þennan tíma og þetta rými í rauninni til þess að aflæra og í rauninni læra síðan bara þig, virðið þetta sem mannesku og svo framvegis. Og hafa skjól til þess að gera það, en þessi ekki eitthvað annað í samfélaginu sem líka að hafa fjárhagslega stöðu til þess, þannig að afkomu kvíðin grafi ekki undan. Akkurat. Það lýstu einnig líka alveg gífurlegri skömm. Þú veist, bara af stöðu sinni og mikinn ótta við að fólk kæmist að því að þær hafi verið í vændi og það myndi þá taka yfir einn nefndi, þú veist, hann langaði bara að fá að vera móðir eða verslunarstjóri en leið og einhver vissi að hann hafi verið í vændi og hann bara stimpluð sem vændiskona og ekkert annað. Og þessi skömm kemur svo mikið mynda bara ákveðin vekk þannig að þær leita sér ekki aðstoðar og
ég man ekki til þess að neinn hafi leitað sér aðstoðar sérstaklega vegna vændisins eftir að vændinu lauk. Margar þeirra hafi leitað til Stígamóta og allt á þeim forsendum að þær eru að leita vegna annars kynferðisofbeldis og ætla ekki að tala vændið og koma þangað inn með það hugafar að þær ætla ekki að ræða vændið. Og ein nefndi ég ætla ekki að leggja þetta á þessa konu sem situr á móti mér sem að vilja aðstofa mig með mín áföll, þá ætla ég að fara að segja henni að ég sjálf hafi komið mér út í fleiri áföll. Þannig að sjálfsásökunin gífurlega sterk og þær bara finna ekki, þeirra upplifinu svo að þær hafa ekki rétt á því að leita sér aðstoðar, vegna þess að þær beri ábyrgð og hafi komið sér í þessu stöðu sem svo rangt þegar þær eru búin að leita allra leiða til þess að fara ekki í þessu stöðu. En samfélagi fyrir rest ítir þeim angað. Hvað getum við gert í því ef að sá sem að leitar hjálpar gerir það ekki? Já, það í rauninni bara að gera... Þið þurfum bara að snúa við hugmyndu samfélagsins og vendi. Þið gerir það ekki núna, ekki í kvöld allavega. Já, við erum samt við erum að byrja á því. Það þarf og það auðvitað það sem skiptir svo miklu máli og svona ég held að, við viljum þetta taka fram að rannsóknin unnin í samstarfi við Stígamót. Við fengum að auglýsa rannsóknina þar, Sveina fekk aðstöð til að taka viðtölin og hugmyndin í rauninni komin frá Stígamótum. Ég stjórn Stígamót og þetta hefði lengi bara brunnið á þeim sem að starfa á Stígamótum að það væri svo mikilvægt að vita meir aðstæður þessa hóps og þetta fyrsta rannsóknin sem gerð á vændi á Íslandi eftir að lögum var breytt 2009. Þannig að við vitum í rauninni áður en að þessi rannsókn var gerð, þá vissum við í rauninni ekkert aðstæður þessa hóps. En nú vitum við þó einhvað. Þannig að tilgangurinn auðvitað að skapa umræðu sem síðan að verða til þess að það verða úrræði fyrir þennan hóp. Af því það sem þær eru að lýsa, þær eru að, skömmin svo mikil þannig að þær vilja helst ekki nefna þetta. Síðan kemur þetta oft upp í viðtölum og Stígamótum og þar þá sérfræði þekking til þess að takast á við reynslu úr vændi. En síðan lýsa þeir svo vel eins og í viðtölum hjá sálfræðingum, hjá geðlæknum, eins og ein mann ég eftir sem að mér varst að lýsa sérstaklega vel. Hún var búin að vera hjá geðlækni í einhver tíma og hann skráði mjög samviskusamlega niður alla þætti í hennar sögu. Síðan þegar hún loksins fekk kjarkinn til að nefna vændið, þá vildi hann ekki setja það í söguna. Þannig að skilaboðin til hennar að þetta sé svo mikið tabu og svo skammalegt að það borgis ekki eins og að setja það í söguna. Þannig að þetta finnst mér svo lýsandi fyrir skilaboðin sem þær eru alls þar að fá. Þannig að það í rauninni þetta sem að Það svo löng leið að sálfræðingur sem þú ert að lýsa, hann er ekki með hillu til þess að setja þetta í. Akkurat. Þú ert að smíða hilluna og það tekur, það er bara... Já, einmitt. Og þetta eitt af því sem að þær kölluðu eftir að það þarf að fræða fagfólk og fagstéttir vegna þess að ein orðaði það svo að hún væri ávallt að fræða sitt fagfólk. Að fólk vissi hvað vændi væri en það vissi ekkert hvað fælist í því að vera í vændi eða hvað afleiðingar þolendur vændis þurft að kljást við. Þannig að það í rauninni engin staður sem geta leita til innan heilbrigðisstéttinnar eða lögreglunar eða annarra svona stofnana og gengi út frá því einhver skilji eða viti hvað það er að gangi í gegnum. Já, er þetta ekki bara svipað á með annað kynbundið ofbeldi og heimilisofbeldi að það er stéttir þar sem að fórnarlöfni geta leita til, vitum hvað það er. Já. En þarna en síðan hefur orðið alveg gríðarleg vitundavakning eins og það kemur ofbeldi í nánum samböndum og kynferðisofbeldi en okkur finnst vanta þegar kemur að vændinu þannig að vonandi er þetta einhvers konar. Þú nefndir lagabreytinguna og það er svona refsing og svona og að tala um það í viðtölunum. Já, við ræddum sænska leiðina. Hvað finnst þessum konum það? Þessi brotaþolar voru allarlega sammála því að sænska leiðin ætti að halda en hvort það væri komin full reynd á hana. Eins og nefndi það að við værum í rauninni ekki með sænska leið, við vorum með hálfa sænska leið af því að náttúrulega sænska leiðin gengur út frá það að hugmyndafræðin er að koma í veg fyrir að fólk leiti á hana stað og þegar í vændi og þegar það er komið í vændi að það fái aðstoð til þess að komast út og síðan vinna með þessar afleiðingar.
en eins og staðan í dag rosa lítið úrræði hér. Þannig að þær eru ekki að fá tálinn til þess að komast út úr vændi. Það ekki verið aðstofar að enda ekki á þessum stað og svo fáur ekki tækja tól til þess að vinna með afleiðingarnar. En hins vegar sala á vændi refsiverð. Þannig að það þarf að bæta við þessum úrræðakafla að þau fái úrræði til við hæfi. En þær voru líka sammála því að refsigjöfin væri mjög væg. Sala á vændi, það ekki kaupavændi sem Jú, sagði ég sala á vændi. Nei, eða þú sala á vændi semst ekki refsiverð, kaupavændi refsiverð, en með það sem það nefndu var að þeim fannst þetta svolítið svona, blóðut eða mótsagnakent eða hvernig sem orðum það að sko hversu vægar í rauninni refsingar þær eru. Þetta er kannski 200.000 krónar sekt og eins og lýstu svo vel að þá það ekkert sem býtur sko vændiskaupendur. Einstaklingur sem hefur efnað því að kaupa sér vændi fyrir 20.000 heggur ekki djúpt að fá milli 100 og 200 krónar sekt. En það þannig að hugmyndin á bakvið sænsku leiðina var að einu sinni var refsivert að selja vændi. Svo það tekið af til þess að afglæpavæða það til þess að fólki geti leita sér aðstofar. Hér er afglæpavætt en ekkert gert meira með það. Það ekkert leið til þess að fara og finna. Já, og í rauninni svona sko hugmyndafræði náttúrulega bakvið sænsku leiðina í rauninni þessi hugmynd, sko þessi kvenfrelsis hugmynd. Það í rauninni það líkamar kvenna oftast séu til sölu, að það séu auðvitað komið í veg fyrir það að öll kyn geti orðið jöfn. Þannig að við getum sagt að það sé svona grunnhugmyndin og svo það þessi mitt útfærsla þá að það ekki vera að refsa þeim sem að fari í vændi vegna þess að yfirleitt sé það þá sprottið af einhvers konar neyð og þá beri að með einhvers konar forvörnum að koma í veg fyrir að fólk leiti í vændi og þau sem hafa þá þegar leitað í vændi í bæði að fá einhvers konar úrræði til þess að vinna úr afleiðingum þessa sem og bara úrræði til þess að lifa af í samfélaginu. Við viðurkennt að það sé áfall fyrir manneskjuna að ég veit ekki hvernig orða hafi lent í vændi. Og með löggjöfinni eru seljendur vændi skilgreindir sem þolendur kynferðisofbeldis og nú datt þetta með punktur. En ég ætla að því að við erum að horfa á reynslu 14 kvenna en svo nú erum við að tala svona samfélagslegt mál og þá verðum alltaf að spyrja hvað þetta stórt? Hvað eru margar konur í þessari stöðu? Það þessar 14 eða 140, 1400? Það er reyn ómögulegt að segja en það eru mikið fleiri en 14. Það er alveg á hreinu. Nú man ég ekki tölunar við vorum með það, eða þú varst með það í ritgerðinni hversu fjölmennur hópurinn sem hefur til dæmis farið í gegnum Svanahóp á Stígamótum sem hópur sem sérstaklega ætlaður þolendur vændis. Já, ég man ekki hvort þetta haldið á eins og hálfsásfresti hvort þessu 5-6 sem að taka þátt hverju sinni. En það var tæplega helmingur viðmælanda sem hefði verið í þessum sjálfshjálpar hóp. Þannig að það líka... Þannig að það helmingurinn á þeim sem að þú talar við, þannig að við getum rétt ímynda okkur hvað lítið hlutfall af þeim sem að hafa verið í vændi, sem að koma þar inn. Já, og svo er eina, sko, einhver, ef við ætlum að reyna að grafa upp einhver, eða svona, reyna að finna einhverja tölfræði, þá reyndar kom bara mjög nýlega núna út skýrsla hjá Stígamótum, þar sem að einmitt verið að vinna með, af því þar alltaf teknað komuskýrslur. Þannig að það til upplýsingar núna þau sem hafa leitað til Stígamóta frá árinu 2013 og til 21 sem hafa verið í vændi og það bara því miður dottu úr mér hver sá. Fjöldinir. Já, en það alveg dágóðu slatti. Þannig þetta stórt vandamál sem að veldur miklum skaða og okkur ber að bregðast við. Já, akkurat. Það bottom line, svo sættir. Má ég spyrja þig, okkur veldur þetta efni? Já, Gyða í rauninni stakk upp á. Ég leitaði til hennar þar ég mig vantaði lokaverkefni með það í huga að fjallum eitthvað tengt kynferðisofbeldi og í rauninni, þú veist, ég varpa ljósi á einhverju sem var ekki búið eða vantar umfjöllunum og hún stakk upp á þessu umræðefni og ég bara greip það strax, fannst það mjög áhugavert að því mitt, þú veist, það lítið talað um þetta, það lítið vita um þessa stöðu. Þannig að
Og eina rannsókn sem hefur verið gerð, það sem hefur verið að leitast við að sko ná svona með einhverjum hættu utanum bara tíðni vændis í samfélaginu. Hún var gerð 2001 og náði bara til framhaldsskólanema. Þannig að það í rauninni bara, við vitum svo ósköp fátt og það er svo áhugavert að ég nefndi áðan með sko þessar 200.000 króna sektir að það hefur síðan líka áhrif á hversu svona sagt hvar í forgangsröðinni vændismál eru hjá lögreglunni sem að þýðir í rauninni að þau lenda mjög aftarlega af því að sektir eru svo lágar. Þannig að þetta svona löggan velji verkefnin út frá því eða hvað refsirammin er? Já, það í rauninni bara svolítið það sem að ræðu fyrir því að það refsirammin ánáttúrulega að segja einhvað til alvarleika brótana þannig að það hefur þetta allt áhrif. Þess vegna hálf löggan að rannsaka þessa meintu hryðjuverkaógn því að það ævilangt fangilsi við það að skipuleggja hryðjuverk þótt að þú gerir það ekki. Já, þetta bara hefur komið fram, núna ég bara vísi rannsóknir sko, það sem að þetta kemur fram. En mér langar líka að taka fram að Sveina mig tók líka viðtalið forsvarsmennsku Rauðu regnhlífarinnar sem samtök kynlífsverka fólks og það var mjög gagnlegt og þó að við getum sagt að sko þegar kemur að löggjöfinni þá séu sko stígamót annars vegar og þá þessir 14 viðmælendur svona öndverðu meiði við helstu áherslur Rauðu regnhlífarinnar sem eru afglæpavæðing að þá komum mjög skýrt í ljósi þessu viðtali við forsvarsmennsku Rauðu regnhlífarinnar að sko í rauninni er markmiðið það sama og það rýmaði mjög þetta að með einhverjum hætti sko koma til móts við fólk, tryggja að aðstæður fólks séu sem bestar og það rýmaði mjög vel eins og áherslur til dæmis Rauðu regnhlífarinnar og skaðaminnkun að það rýmaði mjög vel við það sem kom fram í mörgum viðtölum. Þannig að margir af þáttakundum í rannsókninni með tölunum þetta þótt að flestar þeirra væru hættar í vændi að þá var þeim mjög and líka þennan hóp og sáum sem er í vændi núna, já. Það voru að sinna fólkinu á vígvellinu og það er alltaf á sama tíma og reynir að hindra að fólk fari í stríð. Já, akkurat. Af því að það er sko, og það er auðvitað sko það sem kom líka svo sterkt fram í viðtölunum sem er svo mikilvægt að halda til haga að sko í byrjun upplifði þessar konur flestar held ég einmitt sko valdeflingu í þessum aðstæðum og þú getur örugglega lýst því betur Sveina einmitt svona hvernig það er upphafi þegar konuna byrja í vændi þá finna þau þegar þessi ákvörðun er tekin og þegar vændi er að byrja að þá töluðu þar að þar upplifir rosalega mikið vald í því að geta sagt nei, að geta valið og hafnað einhverjum kúnna ég ætla að tala við þennan en ekki hinn og eins og ég sagði þá þá er þetta konur sem hafa orðið fyrir ítrekuðu kynferðisofbeldi og þarna eru þær komnar í þessar aðstæður að hafa neitunarvaldið þannig að þær þeim finnst þær vera að koma með stjórnina og orðaði svo vel að hún upplýði sig í stjórnastöðunni þegar hún var í þessum samskiptum við fólk en leið hún mætir á staðinn og var komið peningan í hendunar að þá var hún ekki við stjórnina lengur vegna þess að þá er hún búin að borga henni og hún hefur ekki þetta neitunarvald lengur leið hún er búin að þiggja þessa peninga þá er hún bara skyldug til þess að vera á þessum stað í þennan tíma og gera það sem þessi konu vill þannig og þær lýstu því eins og eiginlega allar að þetta hafi verið rosalega valdeflandi fyrstum sinn og einmitt margar sem að einmitt hefur verið brotið á eða vantaði einhvers konar samþykki í lífinu að þarna upplifðu það rosalega kynferðislegt samþykki að þarna er einhver sem er tilbúin til þess að borga háa upphæð til þess að fá að vera með sér og upplifði sér rosa sérstakars en svo bara kom rosalega fljótt í ljós að þær voru ekki við stjórn og mistu tökin á þessu alveg rosalega hratt og upplifði sig töluðu rosalega margar að þær upplifðu sko þær fundu svo vel hvað þær voru fyrir kúnanum þótt að þær voru ekki allir að beita ofbeldi að þá fundu þær rosalega vel að þeim var alveg saman þar og þeim fannst þeim þetta var mjög óeðlileg mannið samskipti sem var að vera fram já og þetta var og þær upplifðu þessi valdarstöðu rosalega mikið
Valdastöðu þar sem að kaupir. Já, þannig að valdamun sem á milli kaupenda og seljanda. Þannig að þessi valdefling sem maður upplifði fyrstum sinn, hún var rosalega fljótt að víkja fyrir stjórnleysi. Herðu, þetta stórt vandamál, útbreytt, veldur miklu skaða, en það er lítið gert í þessu, akkur er það? Já, sko, ég upplifa að þið erum búin að vera í þessum ofbeldisbransa svolítið. Þá finnst mér einmitt þetta vera akkurat hópur sem er sko jaðarsettur innan þessarar sko jaðarsetningar. Þannig að ég minnst ég upplifa skynja mjög skýrt þessi svona tilhneiging til þess að vilja einhvern veginn ekki vita af þessum vanda og við sjáum það. Það meinar að skemmi baráttu þeirra sem að berjast gegn heimilisofbeldi eða kynbundnu ofbeldi, kynferðislegu ofbeldi? Nei, ekki með þeim hætti. Það sé erfitt að hafa þetta með? Nei, alls ekki. Ekki sko þar. Heldur þá er ég bara í rauninni kannski svolítið að vísa í afleiðingarnar. Það sem ég er að tala ég er kannski frekar mitt að vísa í svona orðræðu samfélagsins og hvernig við sem samfélag viljum svolítið halda, svolítið ríghalda í þessi hugmyndum að fólk sem er í vændi að það sé vegna þess að það hafi bara valið það algjörlega frjálst, óháð öllum samfélagsöflum sem hafa þetta áhrif á okkur öll. Þannig að það er sú hugmynd sem að mér finnst við vera svona ríghalda í sem gerir það að verkum að þessi hópur er mjög afskiptur og mér finnst það mitt líka birtast svo vel í viðtölunum hvernig sko þær upplöðu mjög sterkt þessa orðræðu sem að jók mjög á þeirra skömm og sjálfsásökun. Veist að auðvitað meina, þú valdir þetta, akkur þetta kvarta, er þetta ekki bara æðisleg vinna? Veist þannig að það er sú samfélagsorðræðu sem að þær eru rauninni að díla við. Og við þá það sérstaklega tengt konum eða vændiskonum eða er þetta svona að það geta verið ýmsar skýringar fyrir sko stöðuðinni en á endanum tókst þú síðasta skrefið og það er þín persónulega ábyrgð. Er það þessi hugmynd sem að væri þá í samfélaginu að þess að geti sagt við einhvern sem að rústa lífið sínu á drykkju að hann tók sopan sko? Það tróðs ekki í þig. Þetta er í svona mörgum stöðum eða er þetta sérstaklega bundið að þetta eru konur? Já, ég held að tengist því, það gerir það alltaf. En að því hún nefndir einmitt eins og varandi sko alkohólisma eða fíknisjúkdóm aðra sko. Eða eitthvað sem brýst inn og gerir eitthvað í einhverju örvæntingu og þú veist að við skiljum það allt saman. En hann náttúrulega endanum brýst inn sko. Það var enginn sem hendanum inn á gluggan sko. Já, en fyrra dæmi svo nefnir, þá er einmitt komin þessi svona aukna meðvitund þú veist að tala alkohólisma sem sjúkdóm og svo framvegis. En þegar kemur á vændi að þá finnst mér orðræðan með allt öðru snið. En þá utan borgarmúruna einhvern veginn. Já, svolítið. Ekki lyft inn. Já. Herðu, þetta var áhugavert. Þakka ykkur fyrir að koma hingað og tala þetta mál, mikilvæga mál. Sveina og Gyða. Takk fyrir. Ég segi þá laugaborðinu lokið í kvöld. Þakka gestum mínu fyrir að koma hingað við og ykkur sem að hlustuðus. Við hittust aftur á morgun klukkan 8. Þá var ykkur allt mál til að